Já, takk fyrir það, Guðrún, og gaman að sjá okkur öll hérna mætt, þótt ég sjá okkur ekki öll. Já, ég heiti Magnús og ég kem kannski, minn bakgrunn er svolítið í fjármála geiranum, svo má segja. Satt í lánunefnd hjá Íbúðalánasjóði, menn ég starfaði þar og svo var ég útibússtjóri í Arion banka og satt í lánunefnd bankans einnig. Hér á Samtökum sveitarfélaga, þá hef ég verið hluti af Norðanáttateyminu og sem hefur verið að styðja við frumkvöðla á Norðurlandi og haldið meðal annars fjárfestahátíð og hraðla og annað slíkt og það svona vorum við að vinna mikið með viðskiptaáætlanir þannig að má segja að ég hef kannski svona kynnst notagildi viðskiptaáætlanina frá nokkrum hliðum og mig langar í dag til þess að hlaupa í gegnum stutta kynningu sem að svona útlistar hvernig hægt að nálgast að gera einfalda viðskiptaáætlun og svona hvað þarf helst að koma þar fram. Ég þekki eflaust öll þessa góðu tilfinningu þegar maður fær þessa geggjuðu hugmynd. Ég að mynda þessi fæ mjög oft geggjar hugmyndir og þegar þessi tilfinning hellist yfir mann þá einhvern veginn sér maður ekkert nema tækifæri og framtíðina bjarta og fallega og það engar hindranir á veginum. Og það akkúrat kannski framhald af þessari góðu tilfinningu sem mjög gott að hafa verkfæri eins og viðskiptaáætlun sem að krefur mann að spyrja sig spurninga sem maður gerir ekki þegar maður í vímunum með þessa góðu hugmynd. Og það að góða við viðskiptaáætlunina, hún ekki bara gagnleg fyrir lánastofnanir að fjárfesta eða aðra þá sem að þurfa að kynna sér verkefnið, hún líka gagnleg fyrir mann sjálfan til þess að spyrja mann spurningar sem mann hefði annars ekki endilega spurt sig í upphafi. Þannig að þetta gagnlegt plagg og ég mæli með því að allir sem eru að vinna einhverju verkefnum, hvort sem það að stofna fyrirtæki eða einhvers konar frumkvöðlastarfsemi, að þeir setjist niður í 2-3 klukkutíma eða hvað nú þarf og stilli upp viðskiptaáætlun. Og viðskiptaáætlun í grunninn lifandi plagg. Og það plagg sem á að þróast á sama hátt og hugmyndin þróast og verkefnið. Þannig að þú ert aldrei að hugsa þetta sem einhvers konar endalegt form. Ég ætla að segja það meðan ég man það, af því að ég veit að því að búið að vera hádegisfyrirlestur gervigreind, að óspart að nota gervigreindina sér til aðstoðar í þessum efnum. Ég hef prófað hana svolítið í þessu og hún bara nokkuð mögnuð í að stilla upp viðskiptaáætlun fyrir mann. Það auðvitað ekki svo að þú getur bara nota það óbreytt, en það getur verið fín leið til þess að byrja og svona koma sér á stað og svo þarf maður bara að breyta og bæta eftir eigin þörfum. En það sem ég ætla að fara yfir með ykkur í dag, það í rauninni kannski bara kaflarnir sem að svona almennt viðurkennt að þurfa að koma fram í viðskiptaáætlun og ég ætla að fara í gegnum hvern og einn kafla í stuttu máli. Svo ætla ég að fara að sýna ykkur myndband varðandi rekstraráætlunar gerð sem við hjá SSNVAF byggum til núna í vetur og við getum svo deilt bara tengli á það því að ég finn það þegar við erum aðstoða aðila með þessa hluti, viðskiptaáætlun og rekstraráætlun og slíkt að það oftast svona, fólk svolítið feimið við þessa rekstraráætlun, alls konar hugtök og annað slíkt sem fólk hræðist, það skýrir þetta ekki almennilega og það svona ákveða að búa til myndband sem við getum það bara deilt og vonandi nýtist að svona þess að ná utan grunnhugsunina í rekstraráætlunargerð. En við skulum bara vinda okkur í þetta og hér sjáum við þessa helstu kafla, það er forsíða og svo það samantekt, stuttum verkefnið, svo það lýsing á verkefninu sjálfu, markaðsgreining, hvernig markaðurinn sem að stefna að fara inn á, markaðsáætlun, framkvæmdaráætlun, svo þessi rekstraráætlun sem ég nefndi áðan og SWOT-greining og svo að lokum þá upplýsingar teymið sem stendur á verkefninu. Þannig að við förum í gegnum hvern kafla fyrir sig og svona helstu atriði sem þurfa að koma þar fram. Allar góðar viðskiptaáætlanir eru með forsíðu og það þarf svo sem ekki að stoppa mikið við en það mjög gott að hafa á forsíðu upplýsingar kontaktupplýsingar, þannig að þetta hafa samband við þann sem stendur að verkefninu. Hafa tölvupóst og síma, mjög gott. Það einnig gott að hafa dagsetningu á skjalinu, vegna þess að ég sagði áðan, þetta lifandi plagg og það mun uppfærast og þá gott að það sé svona á hreinu
hvaða útgáfa það sem að viðkomandi með undir höndum ef það hefur breyst eitthvað. En annars þetta nú bara einfalt og þægilegt. Og þetta svona Word-klippa sem ég með hérna, en það má alveg gera viðskiptaáætlun í PowerPoint til dæmis. Það ekkert verra. Svo það upphaf viðskiptaáætlunar það sem heitir samantekt. Og þetta kafli sem gott að gera í lokin. Þetta rauninni síðasti kaflinn sem þú vinnur í viðskiptaáætlunni, vegna þess að þetta stuttur kafli sem á að vera hámarka innblaðsíða sem tekur það helsta út úr því sem kemur í viðskiptaáætlunni. Og það þannig í flestum tilfellum að þeir sem að kynna þessi verkefni, segjum banki til dæmis, þeir hafa takmarkaðan tíma og þeir vilja vita áður en þeir leggjast yfir margra blaðsíðna lesningu, bara hvað á að tala hvað snýst verkefnið. Hvað horft til þess að svona verkefni sé að velta miklum fjármunum og skila mikilli framlegð og annað slíkt. Og það gefur þeim svona ákveðna tilfinningu og hugarfar þegar þeir fara inn í lesninguna. Þannig að þarna þarf að koma fram megin tilgangur verkefnisins og hvaða teymi stendur á bakvið, hvernig á að kynna og dreifa vörunni og svo þessi samantekt og rekstraráætlunni. Þannig að gríðarlega mikilvægur kafli en mikilvægt líka hans stuttur og hnitmiðaður. Næsti kafli svo í rauninni bara kjarnakaflinn í viðskiptaáætlunni og það bara til að skýra hvað snýst verkefnið. Og þetta getur alveg verið svolítið mikil áskorun að koma því í hnitmiðaðan texta hvað verkefnið snýst í rauninni. Vegna þess að oft bara fólk ekki endilega alveg búin að ná orðum utan það. Það með einhverja sýn, það með einhverja hugmynd, en nákvæmlega hvernig það verið útfært getur alveg verið svolítið flókið. Þannig að þetta getur verið svona fyrsta æfingin að ég vísa í það sem ég nefndi áðan, að ná utan verkefnið. Það að fylla á þennan kafla og reyna að gera hann hnitmiðan og stuttan, það getur verið fyrsta áskorun. Þá gott að svara þessari spurningu sem svo mikilvæg, hvaða vandamál verið að leysa. Og þetta getur verið, ef viðkomandi alltaf að setja upp ísbúð, þá getur vandamáli verið það að í hverfinu eða í bæjarfélaginu engin ísbúð. Og það það bara vandamálið. Það ekki flóknara það. Eða þá að vörurnar sem á markaði í dag, þær eru allar svo dýrar og flóknar að ég ætla að koma með einfaldari vöru sem ódýrari. Hún leysir ekki alveg það sem hinn að gera en hún leysir eitthvað. Þannig að ég að leysa það vandamál. Skiljið mig. Þannig að sá sem les þennan kafla skilur þá, nú átti ég með á þessu. Það verið að finna lausn fyrir ákveðin hóp og það getur alveg verið nógu stór markabur. Bara hver varan? Og ég hef alveg lesið margar viðskiptaáætlanir, þar sem ég les mig í gegnum bara margar blaðsíður, en það kemur aldrei almennilega fram. Hvað verið að gera hérna? Ég skila þér, að gera þetta og hitt, en hver sjálf varan? Ætli að vera með, ætli að skipuleggja ferðir fyrir túrista, eða það að bjóða upp á hestaleigu, eða ætli bara leigja rútu, og stundum bara gleymist að segja kjarnan í verkefninu. Þannig að þarna þarf að vanda vel til verka. Svo þarf að koma þarna fram á hvaða formur verkefni eða fyrirtæki rekið, verður þetta einkahlutafélag eða verður þetta rekið á eigin kennitölu eða einhvers konar annað félagaform. Og hver staðan á verkefni í dag? Þetta ennþá hugmyndastigi eða búið að tryggja sér fasteign undir rekstur eða búið að ganga frá einhverjum samningu með eitthvað slíkt. Þannig að viðkomandi viti hvað langt í að þetta raungerist það sem verið að kynna. Og svo aftur sem kannski keimlíkt því sem ég nefndi áðan, bara hver sérstæða lausnarinnar, hvað ólíkt með þessa lausn sem ekki hjá öðrum á markanum, og svo bara allt annað sem skiptir máli fyrir verkefnið. Þannig að þetta svona sá kappi sem má vera lengstur í mínum huga, því að þetta svona það sem það sem verkefnið snýst um. En það og ég hef þá skoðun að styttra betra, og ef maður nær að koma þessu frá sér og hnitmiðan hátt, þá það vel að verki staðið. Það ekkert margi sem að nenna að lesa margar blaðsíður af viðskiptaáætlun. Ekki mjög margar allavega. Og svo það markaðsgreiningin, og það skiptir ótrúlega miklu máli að vera búin að átta sig á því á hvaða markað ég að fara inn á, við hvaða aðilar ég að fara að keppa á annað slíkt. Og hvernig hefur hann þróast?
Þannig að þú getur verið með einhverju hugmyndum, segjum bara eitthvað kremi eða eitthvað slíkt og þú hugsa með sér, já, þetta er alveg snillt að koma þessu kremi á og annað slíkt. En hvaða önnu kremur til á markanum? Er til fullt af þessum vörum og eru það miklu stærri og öflugri aðilar? Myndu ná að keppa við þá í markaðssetningu og annað slíkt. Þannig að kynna sér markaðin vel, hvað hefur verið að gerast og hvað er líklegt að muni gerast í framtíðinni og hvaða tækifæri þú sérð fyrir þína vöru á markanum. Og svo aftur þetta, hver er samkeppnin? Eru jafnvel tækifæri í því að fara í einhvers konar samvinnu með aðilum inn á markaðinu nú þegar til þess að tryggja sér aukna markaðshlutdeild eða eru þið með vöru sem að hefur einhverja sérstöðu? Og svo er það líka það sem er gríðarlega mikilvægt í þessum kafla, það er að átta sig á því hver er markhópurinn. Eru þið að stíla inn á erlenda ferðamenn, eru það að stíla inn á íslenska fjölskyldur, íslenska eldri borgara, eru það að stíla inn á unglinga. Það er gríðarlega mikilvægt að átta sig á þessu vegna þess að allt ykkar markaðsefni og öll ykkur nálgun og hvað ég má sletta svona feel og touch á vörumerkin ykkar þarf svolítið að endurspegla þetta. Ég ætla að nefna dæmi alveg frábæra vöru sem komin á markaðinn sem heitir Happy Hydrate og ég hef alveg dáðstað þessari vöru síðan hún kom inn vegna þess að ég sá þetta auglýst og ég hugsaði með mér, já ok, þetta er eitthvað erlend vara sem er að koma inn á markaðinn og bara með sínu forsi. Það er bara aldrei ekki þannig, þetta er bara ungi strákar í Garðabænum sem að langa að búa til, ég held mér þess að það átt að vera einhvers konar þingu meðal, einhver sölt til þess að drekka sem maður ekki timbraður og þeim bara tókst að búa til svo flott markaðsefni og þetta feel og touch bara einhvern veginn smellpassaði inn í risastóran markað að þetta vörumerki bara búið að vaxa ótrúlega hratt og vel. Og mér finnst þetta bara svona ótrúlega gott dæmi góðan undirbúning sem að skila þeim árangri. Varan sem þeir eru með, ég vona ég sé ekki móðga neitt, en ég held að hún sé ekkit frábrugðin mörgu öðru sem að var til nú þegar. Þeir bara gerðu markaðssetningi var bara betri. Þannig að gott dæmi vel hefna verkefni. Og svo þetta bara þá í framhaldi því þegar þeir eru búin að átta ykkur á markhópnum, hvernig ætlið að markaðssetja vöruna. Ef þið ætlið að fara í ungu kynslóðina eða fjölskyldurnar, þá eru kannski samfélagsmiðlarnir góðir. Ef þið ætlið í erlenda gesti, þá þurfið að fara einhverja aðra leið, mögulega í gegnum ferðaskrifstofur og annað slíkt. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg vinna sem þarf að fara í gegnum þetta. Ok, svo er það markaðsáætlunin sem er í rauninni bara eðlilegt framhald af þessum pælingum. Þá er að pæla í hvernig er verðlagningin á vörunni og á hverju byggir hún. Það þarf að kynna sér hvaða sambærilegar vörur eru á markaðnum og hvernig verið að verðleggja þær. Ef ég ætla að framleiða þessa vöru sjálfur, þá þarf ég að tryggja það að ég geti framleitt þær á verði sem keppir við markaðinn. Því að það er alveg sama hvað hugmyndin er góð, að hún þarf auðvitað alltaf að skila einhverjum ágóða, því að það er bara þannig að sama hvað maður hefur mikið passion fyrir einhverju verkefni og einhverju hugmynd, að ef hún skilar alltaf rauðum tölum, þá endar gefst maður upp. Það er bara þannig. Þannig að við þurfum að vera búin að tryggja það að við séum að skapa okkur einhver verðmæti með þessu. Við ætlum að fjárfesta tíma okkar næstu misseri í að byggja upp eitthvað fyrirtæki eða eitthvað verkefni og þá viljum við sjá að við endamarki sé við réttum við nulli því það minnsta. Svo er þetta, hvernig verður vörunni dreift til viðskiptavina, verður hún seld á netinu, í verslunum og fleira, B2B, það er að segja ætlum við að selja til annara fyrirtækja, ætlum við að vera svona heildsala, eða ætlum við að selja B2C, það er að segja business to customer, það er að segja við ætlum að selja beint til viðskiptavinarins. Þetta þarf auðvitað að liggja fyrir. Og svo aftur þetta, hvernig ætla fyrirtæki að markaðssetja sig, samfélagsmiðlar, dagblöð, sjónvarp og fleira. Að finna þá leið sem að okkar markhópur er helst inn á þannig við rötum þangað inn. Það er svo kafli í áætlunum sem heitir framkvæmdaáætlun og mér langar að undirstrika hversu mikilvægur þessu kafli er. Ég hef sjálfur komið að því að setja upp rekstur fyrirtæki og það er alveg ótrúlega margt sem maður þarf að hafa í huga þegar maður er að standa í svona verkefnum. Og það er mjög auðvelt að snúast í hringi sjálfan sig og vita ekki almennilega í hvað röð maður ætlar að vinna hlutina.
Það eru einhvern veginn, maður finnst stundum eins og það séu endalausar hlutir sem maður þarf að gera og maður einhvern veginn enda með því að gera ekki neitt eða þá að byrja á vitlausum enda. Og það sem þessi liður gerir, þessi framkvæmdaáætlun, hún fær mann til þess að setjast niður með sjálfum sér og forgangsraða því hvenær maður ætlar að vinna hvaða hlut. Og ég get sagt ykkur það að þetta tryggir ykkur meiri svefn vegna þess að leggjast á koddann og vera með alla hlutina sem maður þarf að gera í hausnum á sér, gera það verkum að maður á svefnlausar nætur. En að geta opnað þá framkvæmdaáætlunina og séð að já, í viku 10 þá ætla ég bara að skipa stjórn og ég bara búin að því. Þannig að ég þarf ekkert að vera að stressa mig yfir því að skrá vörumerkið að semja eða byrgja, það ætla ég að gera í næstu viku. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt og þetta auðvitað lifandi plagg og maður breytir þessu auðvitað en að geta haft einhverja festu til þess að átta sig á því að maður að vinna hlutina í réttri röð. Og það líka oft þannig að maður þarf að vera að sækja leyfi hjá hinu opinbera eða eitthvað slíkt sem getur tekið langan tíma að átta sig á því að setja það framalega í forgangsröðunina. Þannig að það getur bara mallað og meðan ert þú að vinna hlutum sem þú getur kannski gert á skemmri tíma og annað slíkt. Þannig að og þetta þarf ekkert að gera í Excel. Þetta Excel-mynd sem ég að sýna ykkur hér. Þetta má gera í Word eða bara því formi sem að ykkur finnst þægilegt. Aðalmálið að þið náið utan einhver tímalínu og eruð að vinna stöðugt og í verkefninu í réttri forgangsröðun. Svo það rekstraráætlun. Ég ætla að fá að hoppa yfir þetta núna og koma aftur aðeins og eftir. SWOT-greiningin. SWOT stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri og það mjög mikilvægt að fylla þennan kafla út vegna þess að bæði fyrir ykkur að átta ykkur á því bara hver eru styrkleikarnir. Jú, ég hef aðgengi á ódýru húsnæði og ég sérfræðingur í faginu, það svo sannarlega styrkleiki og svo hef ég kannski gott aðgengi að því hráefni sem ég ætla að vinna með. Frábæri styrkleikar. Veikleikarnir getur verið það að ég kannski út á landi en markaðurinn í Reykjavík, þannig að ég þarf að gera ráð fyrir flutningskostnaði, gott og vel. En ég sé tækifæri því að það aukinn fjöldi ferðamanna, þannig að markaðurinn að stækka og ef ég væri með einhverja heilsufæði þá væri að það alltaf að aukast vitundin hollt mataræði og svona, þannig að ég á réttu markaði með það hvernig svona samfélagið að þróast. Svo eru ógnanir þarna dæmi að séu einhverjar nýjar tæknilausnir í þróun eða einhverju stærri aðilar erlendi sem gætu komið inn á markaðinn og það ekki slæmt að fylla út veikleika og ógnanir eins og til dæmis að fyrir okkur sem vorum í bankanum sem vorum að yfirfara þessa hluti þá mjög gott að sjá það að viðkomandi verður að gera sér grein fyrir því að þetta væri ógnanir og svo segi ég reyndar alltaf við fólk þegar að fylla út þessa SWOT-greiningu setjið þá texta undir svona greiningu þar sem þið útskýrið hvernig þið eru búin að verja ykkur fyrir veikleikunum eða verja ykkur fyrir ógnunum. Því það oft þannig að þið getur sagt, já, það eru nýjar tæknilausnir í þróun, það klárlega ógnun og svo getur við skrifað texta að en það eru lausnir sem eru, ennþá það stutt og við komnar að, ég vil komin í næsta fasa þegar að þær verður komnir eða eitthvað slíkt. Að útskýra aðeins fyrir þeim sem lesa þetta að þótt svo að þú skilgreinir sem ógnun eða veikleika, að þá ertu samt með eitthvað gameplan til þess að mæta því. Gríðarlega mikilvægt. Og svo það síðasti kaflinn sem má alls ekki vanmeta og það að kynna teymið sem stendur að verkefninu. Þarna þarf að koma fram hvað þessir aðilar koma með að borðinu inn í verkefnið. Og það eru sérfræðingar sem segja það að gott teymi með lélegt verkefni betra heldur en lélegt verkefni með gott teymi. Það nefnilega þannig að það alltaf teymið á bakvið þetta sem að fara að keyra þetta verkefni áfram og það svo óbúslega mikilvægt að komi fram að þeir hafi þá reynsluna eða þekkinguna eða menntunina á því sviði sem gerir þetta verkefni raunhæft. Það alveg saman hvað hugmyndin góð að ef þú hefur ekki know-howið að þá mjög ólíklegt að þú náir að láta hugmyndina verða veruleika. Þannig að endilega og í þessu kafla að útskýra hvað þið komið með að borðinu inn í þetta verkefni. Og það þarf ekki endilega að vera það að þú sett mentar í faginu, það getur vel verið að þú sett bara með reynslu í að reka fyrirtæki. Það hjálpar, bara það eitt og sér. Að vita það að þarna einn teymur sem þekkir fyrirtækjarekstur, hann kann að skila virðisaukaskatti og hann kann á kerfið, veit hvernig þetta virkar allt saman
að reikna út laun og annað slíkt. Allir þessir hlutir tína á til. Þannig að það komi fram að teymið viti hvað það er að fara að gera. Núna langar mig til þess að hoppa aðeins aftur hérna í rekstraráætlunina og eins og ég segði áðan, þá er þetta svona kannski sá liður sem að mér finnst oft fólk vera óöruggast með að stilla upp. Þetta myndi ég kalla svona frekar einfalt form af rekstraráætlun og þetta er í rauninni gert utan ímyndað fyrirtæki sem er að framleiða ullarfatnað og er hérna ullarpeysur, ullarsokkur, ullarvettlingar og barnaföt. Og það sem við gerðum hjá SSVF að við útbjuggum myndband með hjálp gervigreindarinnar sem kallast Guðrún og les glæsilega inn á þetta. Mér langar bara til þess að fá að spila það. Það er einhverjar 5 mínútur og það getur verið aðgengilegt fyrir ykkur. Þannig að þetta sýnir kannski bara skref fyrir skref hvernig maður stillir upp svona áætlun og vonandi nýtist þetta ykkur eitthvað. Þannig að þið megið láta mig vita ef að hljóðið kemur ekki hérna inn. Í þessu myndbandi ætlum við að sýna gerð á einfaldri rekstraráætlun fyrir lítil verkefni. Hér sjáið þið hvernig rekstraráætlunin mun líta út. Förum yfir þetta saman. Við byrjum á því að setja inn forsendur og setjum upp hvern mánuð fyrir sig. Við munum nýta þær forsendur við útreikning á tekjum og gjöldum þegar lengra er haldið í áætlun. Forsendur geta verið breytilegar eftir eðli verkefnis en í þessu tilfelli stillum við upp áætlun fyrir framleiðslufyrirtæki í ullarfatnaði. Við setjum inn áætlaðan fjölda starfsmanna sem getur verið breytilegur milli mánaða og meðallaun. Þá setjum við inn áætlaða sölu á hverri og einni vöru. Næst reiknum við út tekjur og styðjumst við upplýsingarnar sem framkoma í forsendum að ofan. Það gefur okkur upplýsingar hvað hver og ein vara skilar í tekjum í hverju mánuði. Við leggjum saman allar tekjurnar mánuð fyrir mánuð. Það gefur okkur heildartekjur sem félagið aflar og er ein af lykilstærðum í áætluninni. Næst setjum við inn gjöld. Þá byrjum við á að lista upp alla þá gjaldaleiði sem fylgir rekstrinum. Oft er þetta gert með því að skipta gjöldum upp í fastan kostnað og breytilegan kostnað. En til einföldu dæmi höfum við gjöldin óskipt. Fastur kostnaður er sá kostnaður sem helst óbreyttur óháð framleiðslumagni, dæmi það er húsaleiga. Dæmi breytilegan kostnað er efniskaup en það eykst í hlutfalli við það magn sem framleitt er. Hér er mikilvægt að vinna heimavinnuna vel og vera eins nálægt rauntölum og mögulegt er. Stuðst er við forsendur að ofan og laun reiknuð út frá fjölda stöðugilda. Í þessu dæmi er áætlað að launatengd gjöld séu 30% ofan á heildarlaun. Efniskostnaður er áætlaður 25% af söluverði. Í þessu dæmi er bókhaldskostnaður hóflegur en gera má ráð fyrir að hærri kostnaði ef keypt er regluleg þjónusta af endurskoðanda. Annar rekstrakostnaður er áætlaður 3,5% af heildartekjum. Við endum svo á að leggja saman öll gjöldin sem eru lykilupplýsingar fyrir niðurstöður áætlunarinnar.
Nú hægt að reikna út EBITDA fyrir reksturinn. En EBITDA mismunurinn á tekjum og gjöldum án þess að tekið sé tillit til afskrifta og fjármagnskostnaðar. Þetta ein mikilvægasta kennitalan í áætluninni því hún sýnir hver raunveruleg greiðslugeta félagsins. Þetta sambærilegt því sem greiðslumat sýnir í tilfelli einstaklinga. Þessi tala sýnir með beinum hætti hvað félag ræður við til að greiða af lánum ef það hluti af forsendunum. Í þessu tilfelli gerum við ráð fyrir að félagið taki lán og greiði mánaðarlega af láninu. Við setjum þá fjárhæð inn og að endingu fáum við út niðurstöðu hvort félagið sé í hagnaði eða tapi miðað við ofangreindar forsendur. Við leggjum saman árið til hliðar og fáum þannig heildarmyndina miðað við 12 mánaða rekstur. Þetta dæmi hvernig hægt að setja upp einfalda rekstraráætlun. Við vonum að þetta komi að gagni. Gangi ykkur virkilega vel með verkefnið ykkar. Takk fyrir. Ok. Þannig að ég held að það gefist kannski ekki tíma til þess að fara yfir svona rekstraráætlanagerð á svona hátíðisfyrirlestri, þannig að okkur fannst tilvalið að sýna þetta myndband og geta þá deilt þeim hlekk. Kannski bara eitt að lokum varðandi rekstraráætlana fyrir geði að það miklu betra að gera hana sjálf og hafa hana einfalda heldur en að vera að fá einhvern sérfræðing til þess að vinna fyrir sig eitthvað mjög flókna rekstraráætlun sem þið skiljið ekki sjálf. Af því að það sem mikilvægast í þessu það að þið skiljið þær tölur sem eru þarna baki og þið hafið trú á því að þetta sé raunverulega það sem gæti orðið og svo breytist þetta bara eftir því sem eins og segir, verkefnið þróast. En þá held ég að þetta sé bara komið hjá mér, þessi snarpa yfirferð og ég bara opna fyrir spurningar ef einhverjar eru. Já, takk fyrir Magnús. Bara biðja ykkur að rétta upp hendina og beina spurning Magnúsi. Engar spurningar. Allt kyrrskýrt. Ég kem bara meina svona vonandi prótísin, en ég var bara að velta fyrir mér, ok, ég kem með þetta í bankan, sko, hvað myndi ég þurfa að vera með svona á reiðum höndum í fyrsta fundi við bankan, bara eins og bara með þessu ullavinnslu. Ég meina, hvað verður fyrsta spurningin frá starfsmanni bankans? Þetta kannski ekki alltaf sama fyrsta spurning, en svona hvernig þyrfti maður að undirbúa sig fyrir þann fund? Já, einmitt. Það fer auðvitað eftir hvað er verið að óska eftir. Það náttúrulega ímyndið mér að þú segjum voru komið með leiguhúsnæði klárt, þetta vantaði 10 milljónir eða eitthvað slíkt til þess að koma rekstrinum í gang, kaupa ykkur tæki og tól og annað slíkt, ef við gefum okkur það. Þá vill fólk auðvitað sjá þetta. Það vill sjá rekstraráætlun og það vill vita út á hvað gengur verkefnið. Og ekki síst í svona beiðni, þótt að þetta sé kannski ekki há fjárhæð með við það sem oft rennur í gegnum bankan, að þá þetta, þetta fjármögnun sem svona, þú ert ekki með veð endilega í fasteign, heldur var mögulega að taka veð í tækjum og tólum sem að bankanum finnst erfiðara heldur en fasteigninnar. Og þannig að þeir vilja þá sjá hvaða tæki eru þarna sem að þú ert að fara að kaupa, hvaða tæki eru til staðar sem þú átt nú þegar, sem var þetta tryggja þá lánið. Það svona það fyrsta sem við komum til að hugsa. En númer 2 að sjá að rekstraráætlun líti þannig út að þetta sé líklegt að geta gengið. Og það bara alltaf alveg frábært fyrir banka að fá í hendurnar viðskiptaáætlun. Vegna þess að ég bara að segja það, þegar ég byrjaði banka fyrir mörgum árum síðan, það sem kom mér mest á óvart varðandi það að afgreiða fyrirtækjum lán, þá var það hversu ítarlegar upplýsingar bankinn vill vita verkefnið og aðilinn standa að því. Og þá ég ekki að tala eitthvað óeðlilega hluti, heldur bara svona, þeir vilja bara vita, svo bara onni í díteila hvernig á að gera hlutina.
Þannig að bankin hefur oft mikla reynslu af sambærilegum verkefnum og þeir hafa jafnvel brennt sig einhvers staðar og þeir vilja vita að það sé ekki að vera að endurtaka sig. Þannig að vel gerð viðskiptaáætlun bara, hún ætti að svara flestu spurningum á fyrsta fundi. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Ef ekki, þá bara förum við að ljúka þessu. Ég segi bara takk fyrir Magnús, fyrir góða og fróðlega yfirferð. Ég vil minna á næsta, nýta mér þá að við erum aftur með fyrirlestur, í hádegisfyrirlestur 3. júní. Þar ætlum við að stofnun rekstur smáfyrirtækja og ólík rekstrarform sem verður tekið fyrir þar og jafnframt verður það síðasti hádegisfyrirlesturinn fyrir sumarfrí og þannig að ég vonast bara til að sjá ykkur öll þar einnig en takk ykkur bara fyrir í dag.